Góðan dag. Sigrún Jóhannsdóttir heiti ég frá TMF Tölvumiðstöð. Við erum ein af þeim stofnunum sem eru hér til húsa Háalautsbraut 13 sem að kynna sig hér í dag. TMF Tölvumiðstöð hét áður Tölvumiðstöð fatlaðra en árið 2011 breyttum við nafninu í TMF Tölvumiðstöð. Við höldum áfram að nota TMF, heimasíðan okkar til dæmis tmf.is, en núna stendur TMF fyrir tæknimiðlun færni sem ansi lýsandi fyrir starfsemi miðstöðarinnar. En við veitum ráðgjöf, fræðslu og námskeið. Við erum sjálfstæð stofnun og bjóðum upp á þessa ráðgjöf, fræðslu og námskeið á sviði upplýsingatækni. Bara nefna það bara strax að ráðgjöfin er öllum að kostnaðarlausu, bæði foreldrum og fagfólki. Allir geta í raun leitað til tölvumiðstöðvarinnar. Það eina sem þarf að gera er að fara inn á þessa heimasíðu, tmf.is, finna netfangi, það er kannski best að senda bara tölvupóst og þá finnum við hentugan tíma fyrir heimsókn. En að tölvumiðstöð fatlaðra standa nokkur félög, en þau eru Blindrafélagið, Þroskahjálp, Styrktarfélag lamara og fatlaðra og Öryrkjabandalag Íslands og fulltrúa frá þessum félögum mynda stjórn tölvumiðstöðvarinnar. En síðan hefur velferðarráðuneyti gert þjónustusamning við tölvumiðstöðina. Á þessari síðu sem ég var að nefna áðan, tmf.is, eru upplýsingar þjónustu, gagnlegt efni og námskeið sem í boði á hverjum tíma. Og einnig getið þið skoða námskeið sem að við höfum hannað og ef að þau eru ekki í boði á þessum tíma sem að þið kannski óskið, að þá er hægt að senda okkur fyrirspurn og ef að 5 eða fleiri óska eftir námskeið þá er haldið námskeið. Bæði við höldum námskeið hjá okkur á Háalautsbrautinni og einnig út í skólum og stofnunum land allt að kynna sér það. Síðan eru þarna ýmsir liðir sem ég ráðlegg ykkur að skoða eins og til dæmis búnað og gagnlegt efni, ýmislegt að finna undir gagnlegt efni. Að gera gramsa svolítið í þessari síðu og líka erum við með Facebook síða sjálfsögðu og endilega líka við hana. Það er bara TMF Tölvumiðstöð á Facebook. Oft auðveldur að setja inn svona það sem er á döfinu hverju sinni og ef maður sér eitthvað sniðugt að henda því inn á Facebook, þannig að það er að gera fylgja okkur þar líka. Og við erum að gera ýmislegt við hönnun námskeið þarna á forsíðunni sjáum við að ég er að kynna þarna kennsluaðferð sem heitir ASL, að skrifa sér til læsis með því að nota lyklaborð og þau geti til dæmis skoða nánar þessa kennsluaðferð undir gagnlegt efni. Einnig það er að finna ýmislegt efni sem að hentar lesblindum og fólki með lestrar- og skriftarörðugleika og ýmislegt annað. En ráðgjöfin, hún er yfirleitt einstaklingsmiðuð þar sem við erum að leiðbeina val og notkun á búnaði. Oft er þetta nú til dæmis í tengslum við spjaldtölvur að finna kannski hentu upp og annað sem að hentar viðkomandi og hvernig við getum nýtt þetta. Það er kannski það sem við leggjum áherslu á, að við leggjum til dæmis áherslu á að kynna búnað og upp þar sem að hægt er að aðlaga að hverjum og einum. Þar á ég við að það er hægt að setja inn eigin texta, myndir og tal til dæmis. Þannig upp eru við mikið að leita að og kynna. Oft eru þessi upp meiri svo ókeypis, en fólk þarf svona kannski að átta sig á því að þau eru til og hvernig hægt er að nýta þetta. Ég er sjálf talmeinafræðingur á mennt, en hef svo sem alla mína tíð í yfir 20-30 ár og það er langur tími unnið með tæknibúnað svona leiðarljósi, ekki unnið sem hefðbundin talmeinafræðingur auðvitað býi að þessari menntun. Undir búnaður á heimasíðunni er hægt að finna ýmislegt varðandi búnað. Þarna tekið bara sem dæmi búnað mús til dæmis. Mús er ekki bara mús, ekki bara þessi hefðbundna mús sem við sjáum fyrir okkur í hendi, heldur er einnig hægt að stjórna mús með höfuðhreyfingum og augum. Þannig að það er ýmislegt í boði sem betur fer. Þá hefur tækni nýst á þessu sviði líka. Og öllum að gera að eins og ég segi, það er oft svolítið sniðugt þegar stofnanir og aðrir
hafi það bara sem markmið að óska eftir ráðgjöf kannski einu sinni 2 ára ári, ekki kannski endilega með eitthvað ákveðið í huga, heldur bara hvað er nýtt og hugsa saman og spinna saman, þannig að það er bara alveg velkomið og mjög gagnlegt fyrir báða aðila, bæði mig og ykkur. Síðan bjóðum við líka upp á sérsniða fræðslu á þörfum einstakra hópa. Fræðslan er líka fólki á kostnaðarlausu. Eina sem við tökum fyrir það er námskeiðin, en við tökum smá verð fyrir námskeiðin og við hönnum okkar námskeið og við fáum einnig fyrirspurnir að sérsniða námskeið að þörfum ákveðin að hópa þá, og námskeiðin er eins og fyrir sig haldin í Tölvumiðstöðinni, en einnig er boðið að halda námskeið í skólum og stofnunum land allt. Og það sem að þið getið kynnt ykkur nánar námskeiðin á heimasíðunni, og einnig eins og ég segi, ef það er eitthvað ákveðið í huga þá er að gera að hafa samband og svo sjáum við hvort að það hentar eða hvort það passar að við séum þeir aðilar sem að hönnum það námskeið. Bara kærar þakkir fyrir mig, ég geta hafa þetta lengra, kynni bara síðuna og vonast til að heyra í sem flestum. Takk fyrir.